Það ætla að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst þá ætlum við að tala fiskidaginn mikla á Dalvík og handverkshátíðina miklu á Hrafnagili. 2 risastórar hátíðir hérna sikkurum megin við Akureyri og ég fengið aðalgelluna og kallinn sem stýra sig. Hann í fiskunum og hún í handverkinu. Þetta mjög svona eins og þetta á að vera. En förum kannski bara fiskidagur mikli. Í hvaða skipti erum við að tala núna og hvað einhver breyting í ár? Þetta skal ég segja, í 17. sinn. Þetta náttúrulega, svona þetta líður, þá finnst maður alltaf ótrúlegt þegar maður fer að skoða og svara þessum spurningum í hvaða skipti þetta Það eiginlega alveg magnað og eiginlega alveg magnað þegar maður hugsa til þess að svo ég taki bara eitt lítið dæmi, þá hún vinkona mín Kolla, hún 8 á árinu og hún búin að sjá eina matarstöðina, síldar- og rúblustöðina í öll þessi ár sko, og þú veist, það segir manni hvernig þetta gengur og akkur þetta gengur fyrir sig. Það fólki sem finnst svo gaman og tilbúið til þess að leggja mikla vinnu í svona. Nákvæmlega. En þetta þessi sami rammi sem við segjum á þessu og þá sé alltaf nýtt. Við erum að breyta fiskasýningunni núna, færa hana inn, gera hana það verða meira af skjám og texta og lýsingu og svoleiðis, þannig að svona flottari þó hún hafi verið flott. Þannig að við færum hann inn í hús og í tengslum við það erum við með merkilegt búrhvalsskolt sem menn þurfa bara að koma og sjá. Við erum búin að hengja hann upp og það þarf að mynda sig í honum og það verður svona svolítið í kringum hann og saga og mjög skemmtilegt. Þannig að það nýtt og svo bara í matseðlinum, risa matseðl, við höfum yfirleitt ekki tekið sama mikið af tölum en það kom upp í vikunni fyrirspurn og til dæmis bara svo nefni eina tölu af því að við vorum að fá, Vífifelli búin að vera okkar aðra styrktaraðili, bara með drykki frá upphafi, tókum við þessa tölu saman af því við eigum þetta alls saman nákvæmlega, hvað komið, hvað þungt og lítrar. Þannig að drykkirnir sem Vífilfell hefur fært þjóðinni 112 tonn og 88.000 lítrar. Bara svona, og þetta svo þegar maður fyrir að segja þetta, þá þetta svo klikka tölur og margt að þessu, ég geti svona nefnt svona fleira og þetta bara svona wow, þannig að það svona, þó maður sé sjálfur í þessu, ítir svona við mann og segir manni hvað þetta stórt og þess áttar, þannig að, en það eins og vináttukeðjan og fiskisúpukvöldið, fiskidagur mikli með öllu sínu veldi og stórtónleikarnir og flugeldasýning. Þetta svona þessi rammi. Þannig að stóri rammin á sínum stað þó að það sé alltaf blæbrigði á hverju einustu hátíð. Það sama, hvað handverkshátíðin búin að vera lengi? Já, við erum nefnilega að fagna 25 ára afmæli. Ótrúlegt og í tilefni þess að þá erum við að skoða svolítið hvað hefur verið vel gert í gegnum árin og það að gera svona handverki hærra undir höfði og að því tilefni þá komumst við í samband við sænskan meistara sem heitir Knut Østgaard og hann meistari að tálka, getur talað við tré og mikill reynslubolti og með áratuga reynslu í þessu enda hefð fyrir kannski að tálka tré og vinna með tré rosalega mikil í Svíþjóð versus á Íslandi þó hún sé bara rosalega góð og gengur vel á Íslandi og margir meistarar á Íslandi. En með honum kemur og komin, við erum búin að opna farandsýningu sænska sem verkefni sem var honum afar hjartfólgið, honum Knut og þetta sem sagt að fullvinna eitt birkitré. Hann tekur eitt birkitré, 25 metra hátt, 30 centimetra í þvermál og gjörvinnur þetta tré. Og úr þessu eru 400 munir, hvorki meira en minna. Það voru 22 aðilar sem unnu þetta tré og við erum að tala gítar, klossa, kolla, skálar, skeiðar og nefndi það. 400 hlutir og síðan voru náttúrulega laufblöðin notuð til að lita úr. Við erum að tala svona kvisti eða svona það sem var notað í gamla daga til að hræra. Börkurinn notað til að flétta körfur, ræturnar, það kreist út úr þeim einhvern safi og olía út úr þessu. Þannig að það allt nýtt og það verið að sýna verðmæta sköpunina, verðmæta aukninguna
við það að fullvinna svona auðlind eins og tré Geggjað. Og þetta algjörlega geggjað að sjá og svona svo með þessari sýningu sem opnaði síðastliðinn sunnudag. Þannig að hún galopin núna 12 til 6 alla daga í einni sem stærstu skólastofunni og það handræðan sem að hjálpar okkur að halda utan sýninguna og hjálpa okkur að setja hana upp og vakta hana. Þannig að það allir velkomni núna og svo lýkur henni á sunnudeginum, þannig að þegar handverkshátíðin lýkur. Og þú getur keypt bara armbandið þitt, þá ertu komin inn á sýninguna og getur svo farið oft á dag og svo náttúrulega kemur á handverkshátíðina. En þannig að þetta alveg dásamlega flott verkefni og komið til Íslands. Hversu mikið ætlaði að séu mitt verið að henda í kringum bara framleiðslu yfirleitt, sko, hvort sem það nú listamenn eða aðrir að afgangar. Já, og mér langar að nefna að það var gerð þarna rannsókn og það hægt að lesa allt þetta á sýningunni að það talað að verðmætin sko 50-faldist, 50 sem meiri verðmæti það að vinna tréð versus það bara höggva það niður og flytja út einhvern eldi við. Það nú gott að þau í handverkinu eru búin að fatta þetta sem þau í fisknum eru nú búin að vita lengi. Nákvæmlega fullvinna afurðina. Þetta bara íslenski fiskurinn, það kannski orðið það sem að gerir hann. Bara frábært verkefni hljómar alveg. Algjörlega, ótrúlega spennandi. Þetta alveg, og þetta svo spennandi í svo marga sakir bara í þessum efnisheimi sem að mér finnst allavega oft. Við kannski, þegar maður var yngri, mann leið svolítið eins og eitthvað birtist bara og svo hyrfið það. Sem náttúrulega ekki þannig. Þú veist, það hverfur ekki þegar það var hendið í ruslið. En það var svolítið gaman að sjá, að því ég hef nú svo mikið náhuga á sjávarútvegi, að þetta var það sem eitt af því sem ég held að hafi gert íslenska sjávarútveginn svona stórkostlegan, þegar að í rauninni var ekki farið hægt að veiða alltaf bara meira og meira, heldur þurfti að fara að finna leiðir til að nýta. Nýta og bæta verðmæti og fullvinna, algjörlega. Já, þetta líka gerir fólk sko meðvitaður nýtingu og bara umhverfismál og svo framvegis. Algjörlega. Magnað. Þannig að við erum að gera trénu hátt undir höfði og höldum hátíð trésins og svo eru bara eru góðkunningjar, það segir sig sjálft, ef þú selur vel þá mætur þú aftur á handverkshátíð og þannig að við erum bara búin að Hvað eru margir sýnendur? Sko, ef ég tel allt saman, náttúrulega sýnendurna líka úr Björk og svo handverksmarkaðinn, af því það líka nýjung að við bjóðum, þú getur pantaður leikt eitt borð einn dag. Það svona fyrir þá sem að byrja og þreifa sig áfram. Þannig að þá telst þetta 150 manns, sko. Nákvæmlega, eitthvað það sýnendur, eitthvað svoleiðis. Já, allt í allt. En þessar hátíðir, mér finnst það æðislegt að séu sama helgi. Mér finnst þetta algjör veisla. Þetta veisla. Algjörlega, þetta skiptir miklu máli að þetta þó tengist ekki þannig beint, þá samt að finna fullt af tengingum. Hjálpa hver annari og gerir miklu áhugaverðar fyrir fólk sem kemur lengra að koma inn á svona stórt og fallið svæði þar sem mikið að vera. Mér finnst við bara líka verið svo heppin sem búum á Akureyri að vera bara í miðjun á þessu tveimur hátíðum. Maður verður alltaf eins og ríkur bara að muna. Einhver sagði mér að þetta væri stærsta helgin á Akureyri þó svo væri ekkert gaggerst að vera bara þannig. Akureyri þessa helgi, sko. Við höfum oft heyrt þá sögu. Og við færðum náttúrulega kvöldvökunum okkar yfir á föstudag því að það allir á tónleikunum og laugardeginum, þannig að það geta allir róast á kvöldvökunum hjá okkur á föstudeginum og við erum einmitt með einn Dalvíking þar að tróðu. Nú, hvernig? Hann Eyþór Inga. Já, hann á föstudeginum hjá okkur. Já, og Vandræðaskáld og Jónína Björt og þetta alltaf dásamlega samkoma. Bara og góður matur og skemmtileg. En hvernig með? Þú talaði sko Dalvíking, þú voru að tala Dalvíkinga því að Jónína Björt Dalvíking. Já, tala ekki það, einmitt, akkurat. Koma allir frá Dalvík, sko. Þannig að það svo gaman að líka að nýta fólkið úr sveitinni. Já, algjörlega. Eiga fjörður. En hvað með tónleikana? Ertu búin að vera í sambandi við Friðrik Ómar? Búin að heyra í honum hljóðið? Já, algjörlega. Þetta eins og vanalega gríðarlegt ævintýri og maður veltir þessu fyrir sér og náttúrulega stórkostlegt að fá að taka þátt í að sjá þessa einingu innan fiskidagsins verða til af því að ég hef oft sagt að það veit enginn hvernig svona verður til nema svo sem tekur þátt í því, sko. Hvað gríðarlega mikið og margt sem að gerist til þess að búa til. Þetta risa verkefni.
Þetta alveg magna. Ég búin að reyna að ná í skottið á honum nokkru sinnum og það bara, hey, ok, já, bless. Já, hann í dálítið miklu verkefni núna líka. Hann er á þjóðhátíð fyrsta sinn sennilega með sitt fólk. Þannig að það er mikið að vera. En þetta og núna náttúrulega gaman að segja frá að þetta íslenskt núna. Íslensk lög, íslensk tónlist. Bara íslensk núna. Og við erum að tala um það að koma mikla stórstjörnur þannig á Ragga Gísla, Björgvin Halldórsson og Jónas Sig og Raggi Bjarna og Andrea Gylfa og Blas Rokka, Friðrik Dór, Birgitta Haugdal, og auðvitað Matti, Friðrik Ómar. Það sem skyldumæting. Það er skyldumæting. Ég held það og það sem skemmtilegt að RÚV ætlar að sýna tónleika upptökuna okkar á N4 núna á þriðjudaginn. Nei, mánudaginn. Er ekki þriðjudaginn? Mánudaginn 7. kl. 19:35. Nú, ok, þú ert kannski myndið betri. Þú þekkir dagskrána á RÚV betur en ég. Ég ætla að treysta þess. Ég var bara að tjekka á þessu. En málið það kemur ekki fram í dagskráni sem var gefin út. Þetta kemur inn seinna þannig að en það er frábært að sjá þessa frábæru upptöku frá tónleikunum 2016 og koma sér í gírinn líka og hérna, já, þú veist, þetta Já, ég meina við erum með, ég held að við séum með 17 mann sem erum að standa þessari upptöku á staðnum, þannig að hérna. Já, það er bara upptakan. Bara upptakan, sko. Þetta eru sko, og þegar ég er með listan yfir, sko, þegar það er þetta matur á laugardagskvöldinu, þá veit maður hvað margir sem að koma að þessu. Þetta eru eiginlega 100 manns, eiginlega akkurat, sem að koma að hérna bara þessu kvöldið. Ég veit að bara, ég er búin að vera í sambandi við þá hjá, sem sagt, þeir eru að koma frá Exton, sigla með sko gáma sem að lenda á þriðjudaginn. Talandi svona tölur, 840 feta gámar, bara með hljóðið, með það sem snýra þessu. Og svo erum við náttúrulega við setjum upp líka, við erum svo klikkuð í þessu og það er ekki bara þetta svið, við erum með 2 önnur svið. Þannig að það eru 3 stór svið sem eru sett upp og koma, þannig að þetta er risastórt. Og Samskip flytur og ekki bara þetta heldur allt í tengslu við fiskinn og allt í tengslu við matinn og við hátíðin og þá flytja þeir og þetta er ekki hægt án þeirra og margur annara það eru margir styrktar. Það er ekki bara þessir 840 feta gámar, það eru ansi. En það er alltaf í lagi að taka það fram að það er náttúrulega ekki hægt að bjóða svona mörgum í mat og upp á svona hátíðarhöld að vera með styrktaraðila sem að leggja eitthvað til málana. Já, þetta er náttúrulega mjög stór hópur af aðalstyrktaraðilum og enn stærri af smærri og það eru aðilar, náttúrulega Samherji býður upp á þessa tónleika og flugeldasýningu og svo samstarfsaðilar okkur inn í fiskideginum og Samskip og Víðfell og KEA og Dalvíkurbyggð og Marel og Landsbankinn og nýr í hópi aðalstyrktaraðila er Arnarlax. Þeir koma og heimsækja okkur og við fáum lax í sashimi-básnum, það er nýtt þannig að það er þeir sem að koma og hafa komið oft að það er mjög margt nýtt í matseðlunum. Við erum jafnvel búin að breyta sósum á gömlum réttum og yfirkokkurinn Friðrik Fyndi sem er búin að vera yfirkokkur í 3 ár en samt vera á fiskideginu nánast frá upphafi með sína fjölskyldu. Það eru margir af þessum hópum að því ég var að tala áðan og ég er svo hrifinn af þessari sjálfboða vinnu og þessari gleði sem skapast af henni að af hverju ætti Friðrik Fynd að koma með 20 vini sína eða fjölskyldu eða Grímur kokkur frá Vestmannaeyjum eða með Bjarni Nings 30 manns og taka þátt í svona hvað, þú veist, það er enginn að fá borga neitt eða bara gleðina og vinna saman og vera að gefa og svona þannig að það er hættulegt oft að byrja á því að telja svona einhver upp. Já. En það er bara svona samt, þetta raunveruleikinn sem allt það sem ég sagði það á við hina sem ég tel ekki upp. Og það er líka mikil sjálfboðaliði að vinna hinum megin. Ég hef séð það að heldur betur. Þetta er bara eins og það fer í gang bara risastór smurðvél og allir virðast vita hvað er að fara að gera og þetta er öll félögin í sveitinni sem taka þátt og það er bara búið að verka skipta þessu öllu og svo bara það liggur hægt að íta play og þá fara bara allir í gang og þetta, svo fá þau fyrir sína vinnu þannig að þetta er fjáröflun þeirra og þetta kerfi bara virkar mjög vel og held að megi segja fullir að það sé allir glaðir og öll félög í sveitinni fá þá smá fjármuni eftir sýninguna sko. Algjörlega. Takk fyrir að koma. Ég hlakka svo mikið til að þið trúið því ekki. Þetta er uppáhaldshelgi mín held ég bara í heiminum hérna. Mín líka.
Já. Okkar. Okkar. Og við ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.